hann rífur í mig og horfir á mig og spurði hvort það sé í lagi með mig. Ég held að augun á mér hafi verið í kross og ég hef sagt já, það er í lagi með mig. Lögreglumenn sem stóðu vaktina í miðborg Reykjavíkur þegar mótmælin stóðu sem hæst í janúar 2009 voru ekki öfundsverðir. Þegar upp úr sauð miðvikudaginn 21. janúar slösuðust 7 þeirra við skyldustörf. Það var til þess að Landssamband lögreglumanna fordæmdi háttsemi mótmælenda. Lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins lýsti því yfir við sama tilefni að fremstir hefðu farið góðkunningjar lögreglu sem hefðu tekið mótmælin yfir. Einn þeirra sem slasaðist við skyldustörf var Marinó Ingi Emilsson. Við vorum grýttir í allan daginn. Það hefur verið 15-20 grjót sem hafa lent í manni yfir daginn. Á jafnvel og sum af þessum stærðargráðum eins og þessi sem náði sem hefur grýttið þegar var rótaður. Marinó var klæddur óeirðabúningi og stóð ásamt fleiri lögreglumönnum við inngang viðbyggingar Alþingishússins. Yfir þá rigndi öllu lauslegu og man Marinó vel eftir högginu. Ég man það að ég lít svona til hægri og fæ ég þetta bylljungshöggs bara hérna á vinstri hlið. Þetta hitti bara þannig að það rótaðist bara. Vettvangsstjóri þreif í Marinó og spurði líðan hans. Þegar í stað var ljóst að ekki var allt með felldu og aðstoðaði vettvangsstjórinn Marinó við að komast inn í Alþingishúsið. Lögreglumaður, sem ekki var í hlífðarfatnaði, hjálpaði til við að koma Marinó í skjól en fékk við það grjóti í öxlina og slasaðist einnig. Grjótið sem lenti á hjálmi Marinós var tekið í vörslu lögreglu þar sem það er geymt enn þann dag í dag. Sá sem kastaði grjótinu fannst hins vegar ekki. Marinó segir að 5 metrar hafi verið á milli hans og mótmælenda og ljóst af stærð grjótsins að töluvert afl þurfti til að grýta því þessa vegalengd. Þetta var svona, gangstéttarhella, svona 3,5 kíló eitthvað svona, 3,5 kíló. En það þarf dálítið afl að koma þessu einhverja vegalengd, sko. Marinó var fluttur á slysadeild Landspítalans þar sem hann var yfir nótt. Læknir á sjúkrahúsinu sagði að lögreglumenn hefðu beinlínis verið í lífshættu við þessar aðstæður. Ég var í viku að ná jafnvæginu upp aftur. Það er náttúrulega miklar áhyggjur af því að fá ekki jafnvægi aftur. Hef ég ekki fengið að halda áfram við vinnu, en það kom allt tilbaka og hefur ekki haft neinar afleiðingar. Eiginkona annars lögreglumanns sem slasaðist sama kvöld lýsti viðbrögðum sínum í samtali við Morgunblaðið 24. janúar 2009. Hún talaði gríðarlega reiði og hræðslu og sagði að erfitt hefði verið að fylgjast með fréttaflutningi, ekki síst vegna barna þeirra hjóna. Þetta er eitthvað sem fjölskylda Marinós kannast við. Marinó segir það hafi verið erfitt fyrir sig að fylgjast með félögum sínum þegar hann var sjálfur óvinnufær. Mjög erfitt að endalaust verið að ræða þetta í sjónvarpinu og rifja upp og það var miklu erfiðara fyrir mig heldur en að vera hérna, koma hérna niður á stöð og ræða við félagana og pústa út svona bara andlega, sko. Það tók á andlegu hliðina alveg svakalega.